verið öll hjartanlega velkomin á þetta erindi í opinberunarbókar námskeiðinu. Að þessu sinni tökum við fyrir 11. og 12. kaflan í opinberunarbókinni og ég hef stundum sagt að þetta nú hápunkturinn í opinberunarbókinni en allt sem eftir af opinberunarbókinni hérðan í frá í þessu námskeiði allt hápunktur. Því það svo örlagaríkir atburðir sem þarna lýst sem margir hverjir eiga eftir að gerast og eru að gerast. Og það svo merkilegt með opinberunarbókina sem svo torskilin að okkur finnst og jafnvel ómögulegt að skilja, segja sumir, hún galopin bók. Og ég að vona að þið komist að raunum það þegar við förum svona kafla eftir kafla allt í gegn bókina. Það sem ég hef ákveðið að gera í þessu námskeiði ekki að fara mjög ítarlega í allt efni. Heldur stipla á stóru til þess að fólk sem frekar óvant að lesa einmitt þessa bók í Biblíunni geti skilið svona í megindráttum hvað að gerast og á eftir að gerast í mannkynssögunni samkvæmt opinberunarbókinni. Síðan meir getum við farið mikið ítarlegar í gegnum þetta á komandi mánuðum eða árum. Því að nógu að taka og það hrífandi að lesa og kynna sér efni opinberunarbókarinnar því að þetta kærleiksbréf Guðs til þín, til okkar og á einmitt við á þessum dögum. Ég held að við bara byrjum með því að fara í 12. kaflan, var það ekki 12. og 13. kafli, sagði ég 11. 12. og 13. Og þar segir í fyrstu versunum, og tákn mikið birtist á himni, kona klædd sólinni og tungli var undir fótum hennar og höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn birtist á himni. Mikill dreki rauður hafði 7 höfuð og 10 horn og höfðunum 7 enni djást. Kona í Biblíunni, í spátumum, táknar söfnu Guðs. Þegar Biblían talar skækjur í spátumum, þá það söfnuðir eða söfnuður Guðs sem hefur farið afvega, fer ekki lengur eftir fyrirmæli Drottins og oft í algjöru uppreisn gegn vilja Guðs. Dreki, eins og þið komast að raunum hérna núna, í sjálfum 12. kaflanum í opinberunarbókinni annað heiti á Satan sem einnig kallaður djöfull og þetta fallinn engill, sem var forustu engill á himnum sem gerðist afbrýðisamur út í Guð eins og hægt að komast að raunum þegar þið lesið í spádómsbók Jesaja og einnig hjá Esekiel að hann var afbrýðisamur út í Drottin og vildi fá að ráða, setjast í hásæti Guðs. Og hann spillti stórum hluta af englum himinsins, minnst kosti 1/3, eins og segir í 12. kaflanum hér á eftir. 1/3 hluti stjarnanna, saman sem englar, fylgdu Satan að málum. Svo að drekinn, þessi rauði dreki, hann sagður að hafa 7 höfuð og svo framvegis. 7 svo oft í Biblíunni í spádómum táknar eitthvað sem fullkomið og þarna hann sagður vera algjör og þá auðvitað áttu við í villu sinni og uppreisn. Og við sjáum hvernig baráttan á milli konunnar og drekans háð í opinberunarbókinni að þetta raun og veru baráttan á milli Satans og safnaðar Guðs. Og svo sjáum við þarna strax í byrjunarversinu þar talað að konan var þunguð og hún ól barn og svo framvegis. Við komumst að raunum það að þetta Jesús Kristur þegar hann kom inn í heiminn. 4. versi. Með halanum dró hann, þar að segja Satan, 3. hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Honum var varpað niður á jörðina. Og þessir fylgdu með honum sem voru með honum í uppreisn gegn Guði á himnum.
Svo segir, drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá hún hefði fætt. Hann reyndi að drepa Jesú, barni, strax, þarna í upphafi. Og þegar Satan lagði því inn hjá Herodesi, sem var þá konungur þarna fyrir botni Miðjarðarhafs á meðal gyðinga, að við fer að frétti að vitringarnir þarna komu, þessi vitru menn frá Austurlöndum, til þess að sýna þessu barni drottins lotningu sína. Að þá hófst hann handa, þar að segja Herodes, að koma í veg fyrir að þetta barn kæmist nokkuð tímann á legg, og hann lét deyða, það talið 200 börn þarna í Galileu, sem til þess að reyna að vera öruggur að þetta barn sem átti að verða konungur í Ísrael myndi verða drepið líka. Hér er verið að segja frá því. Svo segir í 5. versi, hún fæddi son, sveinbarn, sem stjórna mun öllu þjóðum í jarðsprota, og barn hennar var hrifið til Guðs, til hásætis hans. Er þetta ekki Jesús? Auðvitað. En konan flýði út á eyðimörkina, þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Hér er verið að lýsa ákveðnu tímabili sem er liðið á liðnum öldum í 1260 ár, því að 1 ár í spádómi táknar jafnmörg ár og kveðið á í viðkomandi spádómi. Og það eru fleiri svona tíma spádómar í Biblíunni. Þetta er einn af þeim merkilegri, því að við getum alveg dagsett þetta í mannkynssögunni. Árið 538 eftir Krist, þá var það að Justinianus, keisari Rómaveldis, hann flutti aðsetur sitt, stjórnsetur Rómaveldis til borgarinnar Konstantinópel, þar sem nú er Tyrkland. Og þá myndaðist eins og lofttóm eða valda tóm á Vesturlöndum, þar sem hann hafði áður verið, sem sagt, á Ítalíu, og þá var það að það opnast tækifæri fyrir páfan í Róm, hann var kallað biskupinn í Róm á þeim tíma, en þetta reyndist vera páfaveldi, og hann gerði svo voldugur upp frá þessum tíma þegar að Justinianus keisari flutti sig árið 538 til þarna Tyrklands, að hann gat síðir skipað konungum og keisarum að sitja og standa eins og honum sýndist, það er að segja páfanum, ellegar. Og ég man alltaf eftir þessum eina keisara þarna í Þýskalandi sem að þurfti að fara til Rómaborgar til að hann vildi friðmælast við páfan, því að páfinn ætlaði að bannfæra hann. Og hann þurfti að standa þarna berfættur fyrir utan borgarhliðin til að komast fá áheyrn hjá páfanum. Þetta var vetur, það var kalt og það var sagt að hann hefði verið berfættur að minnst á tímabili. Svo að jafnvel konungar lítillækka sig fyrir páfanum. Sjáu þið hvað að, ég ætti ekki að segja kannski lítillækka heldur, sem að beygja sig fyrir áhrifavaldi hins andlega leiðtoga. Og sjáu þið hvað að gerast þessa dagana. Páfarnir hver af öðrum, núna undir það upp á síðkastið á okkar lífstíð. Þeir fara hver af öðrum í tugi heimsókna til hinna ýmsu þjóðlanda heims. Og það er alltaf tekið á móti páfana hverju sinni með miklum virtum og mikilli dýrð og alltaf er bugtað og byggt fyrir þessum andlega leiðtoga. Og ég ætla að sýna ykkur betur og eftir hvernig áhrifavald hans er að verða hér á jörðu. Nema konan, hún er þarna ofsótt af Satan og í 6. versi segir, en konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga, í 1260 ár.